Skrítið ástand og auðvitað eru óöryggi, bæði hjá okkar starfsfólki, hjá okkur sjálfum og svo það bara hertari reglur. Nú megum við ekki koma við sorpið, þannig að við getum ekki tekið umfram. Við megum ekki meðhöndla samkvæmt viðbragðsáætlun þegar við erum komin á þetta stig og við ætlum núna að því að við erum svolítið hrædd að sorpmagni muni aukast, að það eru margir að vinna heima. Við þurfum að bregðast við því og við erum alltaf að finna ný verkefni og leysa þau bara eins og þau koma og ég bara eins og segi, það er æðislegt að hafa frábært starfsfólk sem er lausnamiðað og tilbúið að gera allt sem hægt er og það er það sem reddar þessu. Núna þetta náttúrulega orðið töluvert meira heldur en bara líkamlegt álag, nú þetta orðið mikið andlegt álag líka. Við erum náttúrulega að eiga við rusli frá öllum borgarbúum og líka þeim sem náttúrulega eru í einangrun og með þessa helvítis veiru og það náttúrulega tekur á mannskapinn að vita það og ef við förum að detta út og ruslið fer að safnast upp þá náttúrulega myndast sýkingarhætta, ennþá meiri sýkingarhætta og við erum að passa okkur rosalega vel að vera ekki í neinu sambandi við hina hópana, þannig að við erum einangrunst líka alveg mikið. Þau eru náttúrulega bara vel búin, eru með þessa maska og síðan eru þau með hlífðargleru og ég er með þetta líka þegar þau eru öll inn í bílnum en þannig verður þetta bara að vera hjá okkur. Það er eina leiðin til að komast á milli. Að ganga snyrtilega frá ruslinu og ekki skilja eftir auka rusl og verið bara frekar vakandi eftir okkur og komið út með ruslið og hendið í sjálfu í bílinn.